Svo fór sem fór, þið áttu rosalega góðan fyrri hálfleik og voru bara að hitta virtist í hreinlega öllu. En hvað fannst þér gerast í seinni hálfleiknum? Við missum Begga út í öðru leikluta og hún okkar lítil út á point guard. Við vorum bara ekki að hitta. Í þriðja, það drafst eiginlega bara þar, fannst mér. Voruð þið þá bara ekki að hitta því að Begga var ekki inn á alltaf peppingu? Nei, alls ekki. Við vorum á fín færi, við vissum alveg að hún væri ekki með eftir hálfleik, þannig að við bara stigum upp, en svo fór sem fór, annars var í lokakörfunni eða eitthvað. Nei, þannig að þið fóru á smá áhlaup í miðjum fjórða fannst mér, þið voru svona í smá færi, en svo bara skoruðu KR bara nokkuð stig. Hvað gerðist í þessu leikliði sem þau tóku? Hvað bara hættu bara aftur? Ég veit ekki, við fórum bökkum ekki vörð, það skoraði 7 hraðaflum stig á okkur strax og það var náttúrulega bara að drap neistan í rauninni, við vorum í bullandi séns. Bullandi séns sko. Þetta er bara svo það er. Þið voru ekki svo mikið að villum í fyrra leik, því þið voru náttúrulega bara hittu öllum skotum fyrir utan. Fannst ykkur erfitt að sækja inn í teig á móti öllum stóru staflunum í hinu liðinu? Já, það er náttúrulega svolítið erfitt þegar maður er með svona eitt svindkall á Eiklu og maður er í teig skilur að blokka allt í rusl, en já, það er erfitt, en við hefum bara klárlega að gera betur. Já, ætlaði að taka eitthvað úr þessu leiki yfir í næstu leiki, eitthvað sem þið getið lært af þessu? Já, klárlega, við meðast varnarleikurinn fínn eins og í fyrra leik og eins og í fjórða þegar við náðum þessu renni, það var vörnin og vörnin er búin að vera basl eftir áramót. Þannig að við tökum þetta klárlega í hvað við á laugardaginn. Af hverju hefur við búin að vera svona í basli eftir áramót? Ég veit það ekki, við veitum ekki alveg svarið, við erum að finna lausnir að því. Ég vona að þið finna það fyrir næsta leik. Já. Takk fyrir.